gestir, geggjað spjall, hér í sófanum. Jæja, nú erum við komin hérna. mikil pressa. Já, mikil pressa. Hvað segirðu gott? Hvernig líður þér í dag? Það er mér rosa, ég er förðu fín. Já. Svona með við skamdið og svona, það er aðeins fyrir að byrta úti og svona, maður er betri. Já, mamma hringdi á hún spyrir hvernig er veðrið, hún er sko fyrir vestan. Já. Ég segi það er bjart en það er kalt og rók, þannig að er það ekki svona ásættilegt? Já, Held það? ég held það sko, svona með við þessar óvissu sem við erum búin að vera með undanfarið. Ég bið ekki meira. Nei. Herðu við ekki kynna okkur? Jú, Þú byrja. já, ég er María Rut Kristinsdóttir, ég er 31 árs, ég var einu svona forstöðumaður í félagsmiðstöð Já. á Ísafirði. Ok. Hef tekið þátt í samfés og starfsmaður á stóra ballinu og allt þetta, sko, ég er búin að prófa þetta allt. Og er í dag starfandi á Alþingi sem aðstofamaður formanns Viðreisnar, en er alltaf með hugan við málefni hinsegin fólks. Ég og kona mín Ingileif eigum hinseginleikan sem er svona fræðsluvettvangur fyrir bara alla þá sem vilja fræðast fjölbreytileikan og aðeins að skora á svona það hvernig við sjáum staðalmyndir og svona reyna að fjölga fyrirmyndum. Það er svona core konceptið við hinseginleikan, þannig að það svona í bland við það að vinna hjá opinbera geiranum og vera einhvern veginn með þá bakteríu, þá er alltaf pínu svona félagsmála baktería. Ég var líka einu svona varaformaður samtakana 78. Já. Formaður stúdendaráðs og talskona druslugöngunar og alls konar, þannig að ég held að við getum alveg talað slatta, sko. Já, við getum talað slatta. Ég get lítið talað félagsmálaráðuneytið og Alþingi og svoleiðis. Já, við skulum halda okkur við hitt. Já, ég held það sé bara best. En þú, hver ert þú? Herðu, ég heiti Hrefna og er Þórarinsdóttir. Ég er að verða 35 ára. Mér finnst sláandi að segja þetta. Mér finnst, sko, fyrir nokkur mánuðum síðan fannst mér 35 ára vera svo ógeðslega gamalt. Já. Mér finnst það vera bara nánast göngugrinda gamalt. Núna er ég einhvern veginn farin að tala sko að bara lífið eftir 50 verður vist svo gott. Já. Ég er svona farin að telja mig trú þetta. Já. Þetta sé bara fínt og mér finnst eiginlega lífið eftir 30 líka mjög þægilegt. Já, sko. ég er alveg sammála, sko. Svona ekki þessi ímyndaótti. Já. Kannski. En ég fyrir utan að vera svona svakalega gömul, þá er ég forstöðukona hinsegin félagsmiðstöðvar samtakana 78 og Tjarnarinnar og er búin að vera það núna síðan 2016. Hef verið í félagsmiðstöðvarstarfi ég segi alltaf 10 ára, en þau eru vist komin 13. Já, það er erfitt að hætta. Já, það er mjög erfitt að hætta og mjög margir svona í kringum mig sem kannski þekki ekki alveg hvað maður er að gera, sem svona, þú veist, er alltaf að bíða eftir að maður fá sér fullorðinsvinnu, sko. Já, einmitt. Og gera sér ekki kannski grein fyrir því hvað þetta er mjög fullorðinsvinna. Þetta er mjög fullorðinsvinna. Og mjög mikilvæg vinna. Já. Já, ég er búin að vera í þessum bransa í 13 ár og er menntaði tómstund- og félagsmálafræðingur frá háskólanum og bara, þú veist, lifi og hræðist í þessu. Þú veist, fyrir mér er þetta minni vinna og meira ástríða heldur en eitthvað annað, sko. Og bara, þú veist, þetta eru bara forréttindi að fá að vera í þessu starfi, sko. Já, það er, sko, þegar maður finnur hilluna sína og fær að vera á henni og vera einhvern veginn, þú veist, að fá að stækka líka á hillunni sinni, það er svo ótrúlega dýrmætt og einmitt þegar maður fær einmitt borga fyrir að sinna ástríðunni sinni, er það ekki svona markmiðið einhvern veginn með þessu lífi? Ég held það, sko. Og maður er einhvern veginn alltaf líka að horfa bara fólk í kringu sig, þú veist, sína fyrirmyndir, skilur, sem er að vinna eitthvað svona starf sem að, þú veist, er í hjartana þeim og maður sér einhvern veginn, þú veist, maður sér eitthvað annað blik í augana heldur en kannski eitthvað sem er ósattur í sínu starfi eða orðin svolítið þrótaður eða eitthvað svolítið. Það er bara eitthvað, það er allt annað viðmót sem þú ferð. Það er svona krafturinn, sko, sem fylgir. Og talandi hinsegin félagsmiðstöðina, við komum í vetur fyrir COVID. Náðum að koma og halda fyrirlestur. Og sko, það hefur setið svo í mér bara upplifunin að fá að koma inn í þetta ótrúlega flotta starf og halda fyrirlestur og ég held að ég og Ingileif höfum svo sem ekkert verið að fræða neitt mikið, þetta var svona krakkar sem virtust vita miklu meira en við ef eitthvað er, sko, en og sem sýnir líka svona hversu mikið þetta hefur þróast á stuttum tíma. Ég var í stjórn samtakana, minni mig, þegar við tókum ákvörðun að færa þetta yfir svona, þetta var auðvitað alltaf starfsemi bara innan veggja samtakana. Já, þetta var unglega hreyfing samtakana. Já, og
og þegar ég hugsa minn tíma, þú veist, ég yfirmaður í félagsmiðstöðinni á Ísafirði 2009-10 þá kom einn einstaklingur út úr skápnum þar og það var alveg svona svolítið stórt mál og hafði engan annan og þetta var svolítið svona, við þurftum að halda við hlutunum það allt saman og það var ekkert afdrif, þú veist, þegar ég var sjálf unglingur á Flateyri þú veist, það var maður vissi af svona einhverjum svona sem höfðu komið út úr skápnum, allir farnir suður og það var ekkert svona, maður átti ekkert fyrirmyndir og hvað þá eitthvað félagsnet, þannig að það sem ég gerði sem unglingur var bara að halda mér þéttir í skápnum og SMS-ast við strákun í Ísafirði, sko, því að það sem maður átti að gera, já, það er búið að koma fram að ég á konu, en þannig að þú veist, ég hugsaði svo mikið og sterkt eftir heimsóknunum okkar til ykkar, hversu ótrúlega, sko, dýrmætt starf þetta er fyrir hinsegin ungmenni að hafa þarna bara öruggt skjól fyrir sig og sína tjáningu og spegla sig í öðrum og ekki og allt þetta mér finnst það alveg stórbrotið og það er líka bara, þú veist, það sem að ég verð vitni að hverju einustu opnun er bara, þú veist, akkurat þetta sem þú talar bara sjá þau einhvern veginn og sérstaklega kannski krakkar sem að koma fyrsta skipti að, þú veist, bara sjá þau upplifa þetta bara svo, vá, hérna á ég heima, skilur. Það eru fleiri. Já, bara, þú veist, ég er ekki ein eða einn, skilur, og það er bara, þú veist, ég fæ bara svona, þú veist, það er eins og einhver að klípa og kýtla með hjarta á sama tíma, skilur. En eftir fyrir þeim er þetta væntanlega bara moment sem þau gleyma aldrei. Já, já, þetta er svona lollipop moment sem maður gleymir bara aldrei. Já. En sko, þú veist, þetta er bara, þið komuð og tókuð þátt í verkefni sem til hinsegin fyrirmyndir sem er svolítið svona, þú veist, uppsprottið mitt af hinseginleikan af því að það er bara síða og bara hugtak sem að krakkarnir dýrkut á og svona í langan tíma var, þú veist, markmið að, þú veist, fyrir þeim að ná á hinseginleikan, fá að taka yfir, skilur stóri og eitthvað svona og það hafa mörgu ungmenni gert það ótrúlega vel og þau komið til mín og vildu fá svona, þú veist, hinsegin einstaklinga til sín, þú veist, ekki bara vera að skipta símanum, skilur en bara fá þau til sín og bara sjá, þú veist, ok, þetta fólk er til í alvörni, þú veist, þau eru ekki bara í símanum eða, þú veist, og þau eru tilbúin að koma og tala við okkur, þú veist, við skiptum það miklu máli að þau eru tilbúin að koma og þau skrifuðu bara niður lista af fólki sem að þau vildu tala við og þá fór ég bara, þú veist, á Facebook eða Instagram eða eitthvað, skilur, og bara eitthvað, viljiði koma, þú veist, krakkarnir vilja endilega fá okkur og það var bara, þú veist, þið voru þar efst á lista út af bara, þú veist, þessum ítökum sem að þið hafið í gegnum samfélagsmiðla sem er svo magnað að, þú veist, að vita allir hvað hinseginleikin er og eru búin að vera að fylgjast með þessu í gegnum tíðin og vaks og dafna, skilur, og þú veist, ekki bara endilega, þú veist, Instagraminu heldur líka bara, þú veist, þáttunum sem voru á RÚV og allt þetta og þetta skiptir svo miklu máli fyrir þau sem að sitja heima að geta séð annað fólk sem er kannski eins og þau og bara, ok, það eru fleiri að núti, nú ætla ég á stað, skilur mig. Vá, þegar þú setur þetta í þetta samhengi, þá hinseginleikin var stofnaður sko 2016, þegar að Ingileif var í vorprófum í lögfræðinni, átti að vera að gera eitthvað allt annað en að hugsa hvað hún geti gert í þessa veru. Við höfðum allt svona langt svona trún á kvöldi áður, þegar maður á að vera farin að sofa en maður bara einhvern veginn heldur áfram að spjalla endalaust lífið og tilveruna og við fengum svona, þetta var svona breakthrough moment einhvern veginn þegar við föttuðum báðar bara og við vorum alveg 21 árs báðar þegar við komum út úr skápnum en Ingileif 20 og ég 21 og hugsaðum sko af hverju vorum við svona lengi, ég vissi alveg að ég væri hinsegin ábyggilega svona upp úr 12, 13, 14, eitthvað svoleiðis en það var bara svo mikil skömm og ég vissi ekki hvað ég átti að gera við þetta þannig að maður pakkaði þessu bara lengst niður í maga og svo einhvern veginn keyrði maður sig bara í gegnum þessi úlingsár leikandi þennan leik sem maður átti að leika þú veist, fara í sleik og allt þetta þú veist, maður var bara með og svo einhvern veginn, þú veist, þegar maður átti að sjá því þegar maður er orðinn 20 þá er maður búinn með menntaskólan og maður er svona komin kannski aðeins inn í annað tempo í lífinu og svona tempo gagnvart sjálfum sér líka að þá svona fór ég einhvern veginn að hugsa býtu, ég held að ég sé tilfinningalaus það var svona,
það hvarflaði ekkert að mér ég geti kannski bara komið út úr skápnum og bara horfst í augu við sjálfa mig það var freka bara eitthvað svona já leiðilegt að ég skulle ekki finna fyrir tilfinningum Já. það var bara svona leiðileg hlutskipti fyrir mig Já. og Ingilef lýsti nákvæmlega sama hún hefði farið í gegnum Versló og þú veist, brotið endalaust af einhverjum hjörtum, einhverjir vonbiðlar sem vildu byrja með henni og deyta hana og hún alltaf rosa upptekin og hafði engan áhuga og tengdi það ekkert endilega saman, þú veist, við að hún vissi alveg innst inni hvernig henni leið en það var einhvern veginn ekki þetta pláss og þegar hún útskrifast úr Versló þá eru, sko, þau eru 3 sem kom út úr skápnum bara strax sumar eftir þannig að ef maður hugsaði, þetta er ekki langt síðan hversu mikið sko línan hefur færst neðar Já. og og núna einhvern veginn, þú veist, líka bara fyrir okkur munurinn á því að fara í framhaldsskóla núna og halda fyrirlestra og fyrir 3, 4, 5 árum eitthvað svo leiðis, eða 4 árum þegar við vorum að byrja það er alveg gríðarlegur munur bara á sko viðbröðunum og þekkingunni og flórunni þannig að þegar þú setur þetta í samhengi við sko hinseginleikan þá er þetta þegar þessi krakkar byrja á Instagram eða á Snapchat á sínum tíma að það var hinseginleikin til Já. þannig að þetta er kannski árgangarnir sem að þekki ekki annað en að þetta sé Já, í boði akkurat. þannig að ég er bara uppgöt þetta einhvern veginn núna bara svona pínu sprengja í hausinn sko en ótrúlega gaman að heyra að þetta hafi skipt máli Já, því maður alveg bara setja hérna í Já, þetta fer alveg hérna Já. sko og við megum heldur ekki gleyma því af því maður verður stundum svolítið svona samdauðna þessu öllu saman sko 100% og svona gleymir að stíga það eins út og bara svona dást að því sem að hefur verið gert, skilur mig Já. en að því þú talaðir þú veist, þessa svona skömm og þú veist, að því ég tengilega við þetta sko, þú veist, sem áhorfandi nú nýt ég ekki fyrir forréttindi að vera hinsegin þó ég sé þessu starfi að mér finnst þessi skömm svona í gegnum tíðina bara, þú veist, að því ég á fullt af vinnum sem eru hinsegin og vinnum sem hafa komið út í sköpnum snemma og setna, skilur að mér finnst þessi skömm hafa verið svo svakalega lengi og mér finnst ég þekki svo marga sem að hafa mitt bara, þú veist, tekið hérna bit og bara kynkt honum og þú veist, bara hert hérna og læst, skilur, þanga til að þau voru búin með eitthvað kafla í lífinu sem að, þú veist, þeim fannstu ekki vera öruginn í og núna það sem ég sé hjá krakkunum sem er að mæta að, þú veist, eins og segir, þessi kafli hefur færst svo miklu neðar og bara á, þú veist, 4 árum, bara frá því að ég tók við þessu starfi að þá hefur, þú veist, aldurskalinn sem er að koma í hinsegin félagsmiðstöðina, hann hefur færst svo mikið niður. Fyrst þegar ég byrjaði hérna 2016, þá voru að taka kannski móti krakkur sem voru 15, 16. Já, meira svona 9-10 bekkur. Já, eitthvað svona, þú veist, ok, ég er að fara framhaldsskóla, bara let's do this, þú veist, en bara bróðuparturinn á krakkunum sem eru að mæta núna er, þú veist, 8-9 bekkur. Og svo erum við að fara á stað með ótrúlega spennandi starf fyrir 10-12 ára. Já, ok. Þannig að, þú veist, aldurinn er, þú veist, við erum komin þangað. Bara þau eru 10 ára, þau eru 10-11 ára og þau eru bara búin að átta að sagði hver þau eru. Eða eru eitthvað staðar að prófa sig, þú veist, áfram í að máta sig inn í þessu hlutverk og allt það. Að, þú veist, við erum komin þangað að við getum búið upp á starf fyrir 10-12 ára. Einmitt. Sem á 4 árum er pínu galið, sko. Það er það, sko, en og það frábært í senn. Já, og það segir manni líka kannski svolítið að þú veist, jafnvel er þessi, þú veist, kafli, hann er kannski komin aðeins niður. Þú veist, kannski eru þau, eða þú veist, ekkert kannski, við vitum það alveg, að þau eru miklu fyrir farin að spája þessu heldur en fyrir, þú veist, 4, 6, 10 árum síðan. Hvað þá, 20, 40, Já, 60 árum? Algjörlega. En það er líka, sko, talandi um að búa til pláss. Þú veist, hinsegin fólk hefur alltaf verið til. Það er bara, hefur ekki alltaf verið pláss fyrir það í samfélaginu. Og eftir því sem að við einhvern veginn náum að búa til meira rými fyrir fólk til að máta sig og finna sig á eigin forsendum þeim betra. Af því að, þú veist, í grunninn þá snýst þetta bara um þessa, þú veist, lífshamingju og þetta snýst um það að fá að vera maður sjálfur, að fá að eiga sig og sína sjálfsmynd og vera stoltur af henni og með því til dæmis bara að vera með svona stað sem að er skemmtilegur og er uppbyggilegur það eitt og sér býr til rosalega mikið pláss og af því að þú veist það eru þetta margir bara í sínum skólum og það er kannski 1, 2, 3 sem eru komnir út úr skápnum þar þó það, það var enginn í mínum grunnskóla sem kom út úr skápnum sko. En
En þú veist, en það er svo ótrúlega dýrmætt þegar að við sjáum einhvern veginn þetta pláss verða til og af því að þú veist, þeim mun færri sem þurfa að fara í gegnum þessi ár í þjáningu og vanlíðan, þeim mun betra. Ég trúi því að það mun sko borga sig fyrir samfélagið okkar til lengri tíma að við séum bara með mjög gott og virkt starf sem viðurkennir bara þennan veruleika. Reynir ekki einhvern veginn að þjappa honum inn í eitthvað heteronormatíft norm sem að þú veist, við þekkjum öll úr okkar skólagöngu sko. Það sem að maður fór í kynfræðslu og það var bara talað karla og konur og það var bara talað þú veist, kynlíf karla og kvenna og svo framvegis. Það var ekkert pláss fyrir neitt annað og það auðvitað sendi skilaboðin að það sem að þú finnur í þínu hjarta, það er ekki eins og í kennslubókunum, það er ekki eins og til í okkar veruleika sem eitthvað norm eða eitthvað sem við eigum að tala eða kenna. Og þar byggist upp svona þessi skömm að ef við tölum ekki þessa hluti og við erum ekki einhvern veginn tilbúin að bara viðurkenna það að þá auðvitað, þú veist, fer maður inn í skápin eða hvað sem þú vilt kalla þetta því að svona core elementið í okkur öllum að tilheyra. Algjörlega. Og þarna fer maður aldeilis að tilheyra. Já, það er bara það sem að mér veist allra mikilvægast í þessu öllu saman að þau finni bara, þú veist, að þú veist, á þessum stað að þá er allt í lagi að vera svo þess og það er meira en allt í lagi, það er geðveikt að þú sért bara nákvæmlega svo vilt vera að þau geta fundið ykkur aðra sem að eru að tengja við sömu hluti þú veist, þetta er svo ríkt í okkur, þú veist, að ég finn mannesku sem hefur áhuga á RuPaul's Drag Race þú veist, og ég tala í hálftíma og við eigum, þú veist, þetta samtal og við eigum þessa tengingu á meðan að ég kannski hitti eitthvað sem að, þú veist, elskar fótbolta og ég veit ekkert fótbolta, þú veist, þá náttúrulega bakka ég bara út á samtalinu og fer að finna mér eitthvað annan, en þannig þú veist, þarna tilheyra þau þessum hópi þegar þetta sameiginlegt að vera hinsegin ungmenni, svo kemur allt hitt ofan á, þú veist, allt sem þau hafa áhuga, allt sem þau eru færum að gera og grunnurinn er þessi, þú veist, þetta element að tilheyra þarna og svo er allt hitt bara plús og það er bara, þú veist, það er bara magnað og svona stór hluti af, þú veist, að nú er þetta eiginlega bara höfuðborgarsvæði og svona nágranna sveitafélög af því að, þú veist, það náttúrulega er kannski erfitt fyrir sum að koma, þú veist, úr Hveragerði eða eitthvað svona, þó þau séu samt að koma þaðan nokkur, að þetta er náttúrulega eiginlega bara höfuðborgarsvæðið, en þetta er svo svakalega stór hluti af krökkum á höfuðborgarsvæðinu sem er að koma og ég veit að þau eru miklu fleiri. Þú veist, við erum með meðalmætingun okkar svona fyrir COVID, það var 122 á opnun. 122? Sem er galið. Vá. Þú veist, 122 ungmenni sem tengja á einhvern mátu við hinseginleikann. Og hefur það vaxið hratt? Var það líka þannig 2016? Nei. Eða? 2016 þegar ég byrja erum við með svona 15 til 20. Já, þú meinar. Á opnun. Það verður við staðsett á Suðurgötunni í húsnæði samtakanum 78. Og leið og við opnum þetta starf, leið og við tökum í burtu, það voru, aldursviðminn voru töluvert herri, þá var þetta starf fyrir svona 13 til kannski 20-25 ára. Já, við kliftuð þarna á milli, já, ekki? Já, jú. Sem var mjög gott. Og færðum þetta svolítið meiri í þetta félagsmiðstöðuform, ungmennahúsaform sem við þekkjum, sem er þessi aldur 13 til 17-18 ára cirka. Leið við gerum það að það fara miklu fleiri af yngri krakkarum að koma inn og það fara svona tínast hægt og rólega kannski 2017 en 2018 fer þetta að vaksa svo bara mjög hratt og þú veist 2019 var meðalmætingin 77 og svo bara rauk hún upp. Vá. 2019-2020. Og hvað heldur það sé? Ég held að sé bara plásið. Já, í raun og veru og svo, þú veist, svo fréttist þetta, þú veist, þeim líður vel þarna, þau tala þetta, þú veist, opinskátt, við tökum þátt í gleðigöngunni og gerum rosa mikið úr því, þú veist, fengum bara stærsta bílinn og gerum bara ógeðslega mikið úr þessu og bara það að, þú veist, vera tilbúin að gefa þeim bara allt sem maður er tilbúin að gefa og gera bara eins mikið úr því og mögulega hægt að það svona, þú veist, þá sjá önnur ungmenni sem er að núti bara, ok, þetta er í lagi, ég ætla að prófa, skilja. En svona, hvernig upplifur eru þið í sambandi við eins og skóla og svoleiðis af því að nú eru þetta krakkar úr mjög mörgum skólum, mjög mörgum félagsmiðstöðum
þú veist, einhver tenging þar á milli eða þetta alveg standalone verkefni? Sko, við erum svo heppin að því að þetta samstarfsverkefni á milli samtakana og frístundumiðstöðunar Tjarnarinnar. Ég sem sagt starfsmaður frístundumiðstöðunar Tjarnarinnar og sinni almennt starfi aðstoðarforstöðumanns í félagsmiðstöð þar, plús þetta, að það gefur okkur svolítið tengingu við aðrar félagsmiðstöðvar. Þannig að félagsmiðstöðvar sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, þær eru svona okkar grunntenging og höfum gert rosa mikið úr því að fræða starfsfólk, bjóða þeim í heimsókn til okkar, leyfa þeim svona að sjá og í tengslu við það höfum við líka tengingu inn í skólana en það er alltaf forsendum krakkana. Þannig að ef það er eitthvað vandamál eða eitthvað sem að hefur að tala við námsráðgjafa sinn og vill að ég eða aðrir tala við námsráðgjafann eða eitthvað svoleiðis, að þá gerum við það alltaf forsendum krakkana. En ég held bara að með öllu þessu með því að við tökum þetta í gleðigöngunum, með því að við séum á samfélagsmiðlum, með svona þætti, að þá vita alltaf fleiri og fleiri af þessu. Og það eru fullt af bara námsráðgjöfum og kennurum og svona sem hafa haft samband mig og bara séð umfjöllun í Fréttablaðinu eða séð post á Instagram eða eitthvað. Þannig að þekkingin kemur þaðan líka sem er svo mikilvægt. Þannig að þetta er svona eftirspurn og svo bara fólk sem að fréttir af þessu, skilur. Af því að maður hefur svona verið að hugsa yfir hinsegin fræðslunni inn í skólanum sjálfum, af því að þetta er væntanlega, þú talar þessa sprengingu 2018-19 og væntanlega eru þá skólarnir sjálfur líka að takast á við bara nýja menningu inn í skólanum. Algjörlega. Og kannski vel í stakk búnir til þess að gera það og vel inn í hlutunum, þannig að maður svona, er einhver, nú þekki ég ekki til, er einhver svona konkrét fræðsla í gangi eða er það bara valbundið hjá hverjum skóla fyrir sig? Sko, í Reykjavíkurborg er fræðslan inni í samningi Reykjavíkurborgar við samtökun 78, þannig að allir skólar í Reykjavík eiga að fá fræðslu frá samtökun 78. Svo náttúrulega búið að vera COVID og allt þetta. Já, alls konar. Þannig að allavega er staðan þannig í Reykjavík, en ég held þetta sé líka bara að af því að krakkarnir eru orðnir háværari, þau eru orðin öruggari í að tjá sína skoðanir, þau eru orðin öflugri í að berjast fyrir sínu, að ég held líka þau séu svolítið farin að pönkast í kerfinu í skólunum sínum, bara herðu við höfum rétt á þessu, við viljum vita þetta og það er ótrúlega jákvætt og það verður líka til þess að svona starfshópar kynfræðslu verða til. Sprett upp. Já, og starfshópur kynja og hinsegin í skólum, hann er líka til. Þannig að ég held að það sé bara að krakkarnir séu farnir að þóra meira og þá einhvern veginn verða kennararnir að koma á móts við það. Skilur, þeir verða að tala kynlíf sem er ekki bara tippi píku, skilur. Og það er svo gott. Akkurat. Og svo náttúrulega hafa þau svo mikið aðgengi að fræðslu líka bara almennt annar staðar frá. Algjörlega. En ég held að ekki síst kennararnir þurfu líka fræðslu. Ég man einhvern tímann, ég á strák sem er í 8. bekk núna og var mjög ung þegar ég átti hann, svo á ég annan sem er 17 mánaða, þannig að maður svona sér mikinn mun, þessi sem er 17 mánaða, hann er núna komin í leikskóla og á deildin er annar strákur sem á líka 2 mömmur, sem er bara ótrúlega dýrmætt og maður sér einhvern veginn fjölskyldumynstrin, þau breytast líka, þannig að vonandi mun sá yngri ekki þurfa að vera einhvern veginn sá eini sem á bara svona fjölskyldu og það er ótrúlega dýrmætt, en eldri strákurinn okkar, hann svona fyrst þegar hann var að, þegar hann fór í grunnskóla þá fannst öllum ótrúlega skrítið að hann ætti svona marga mömmur og þetta var allt svona einhvern veginn pínu spes, einhvern veginn, en þegar þetta er útskýrt þá er þetta ekkert vandamál. Nei. Og svo einhvern tímann þá var hann búinn að lenda í einhverjum krökkum sem voru að segja að það væri ekki eðlilegt að eiga 2 mömmur og eitthvað svona, bara þegar hann er 8 ára eða eitthvað og ég talaði við skólan sem hann var í þá og ég eitthvað svona, eru þið eitthvað að tala ólík fjölskylduform eða svona eitthvað aðeins að opna á þessu umræðu og þá var mitt svari ég hef nú ekki orðið mikið vör við svona einhverja homofóbíu eða hinsegin fóbíu í skólanum, en það er svolítið mikið kvenhatur og ég eitthvað, já, ok og eru það að gera eitthvað í því og þá var svolítið viðmáti bara svona, já, þetta er náttúrulega bara svolítið foreldrana að tækla þetta. Og þetta satt svolítið í mér, ég var bara svona, já, en skólakerfið er svo ótrúlega góður staður til að taka þessu umræðu. Akkurat.
og ekki, engin predikun heldur bara svona að tala þessa hluti og einhvern veginn, ég trúi því að því fyrr sem að við opnum á bara svona þennan hugmyndaheim því betra sko, þú veist, og ég og Ingileif svolítið kannski bara reypilarnir sem við erum skrifum bara bók til að reyna einhvern veginn að opna á þessu umræðu sem heitir Vertu þú og kom út núna í haust og hún einmitt bara óður til fjölbreytileikans og við erum búin að fá svo ótrúlega mörg skilaboð frá einmitt fólki sem vissi ekki alveg, bara lifir gagnkynhneigðu lífi, ekkert inn í þessum heimi, vissi ekkert alveg hvernig það ætti að opna á þessu umræðu og finnst þú svo gott að geta gripið bara í svona bók og bara skoða hana með börnunum sínum og taka síðan umræðuna út frá því. Þannig að það svona, þú veist, ef maður sér ekki eitthvað breytast þá kannski reynir maður einhvern veginn að hafa einhver áhrif á það en ég hef samt fulla trú á því að kennarar eru sko opnir fyrir þessu og allir aðrir. Það þarf bara að vera eitthvað efni í boði og svona kannski einhver stuðningur sko. Algjörlega. Mér finnst líka bara svo merkilegt að þú nefndi bókina að ég tróði þessari bók í jólapakkan til litla frænku sem 4 ára. Gaman að heyra. Og það var svo ótrúlega fallegt moment þegar ég var að spyrja hann út í hvort hann væri búin að lesa bókina og þá hafði hann lesið bókina bara með mömmu sinni, skilur og ég svona fór að spyrja hann aðeins svona hvað hann hefði fundist og hvort hann væri með eitthvað spurningar eða eitthvað svona og hann bara, nei, veistu, hún fannst það sem kom fram í bókinni vera það eðlilegast í heimi og hann bara, sumir hafa 2 mömmur, sumir hafa 2 pappa, sumir hafa mömmu sem ekki eins og ég á litin, sumir hafa pappa sem ekki eins og ég á litin og hann var svo hreinn og tær í þessu og það fyllti mig pínu svona, ok, kannski verður allt í lagi fyrir þig, skilur. Börnin ekki vandamáli sko. Alls ekki. Það fullorðna fólki sem krumpast allt við það að við tilhugsunum að tala einhvern svona fjölbreytileika eða þú veist, tala málefni transbarna eða hvernig sem það sko. Þú veist, það bara, þetta í hausnum á okkur sko. Og við erum öll með fordóma og við finnum öll fyrir vanþekkingunni og öllu þessu. En þá bara að gera fræðast og taka samtalið og skoða ótrúlega mikið af góðu fræðslefni til á netinu og spyrja líka bara. Veist, það engar spurningar rassnalegar og við á hinseginleikunum, það okkar mantra að við viljum freka fá sko, leiðilegu spurningarnar og svara þeim en að einhver sé inn í sér að velta fyrir sér hvernig hlutinir eru og finna fyrir þessum fordómum sko. Af því að fordómar eru þetta bara byggjast á fáfræði og svona, þú veist, því sem við óttumst og við óttumst það sem við þekkjum ekki þannig að svona krakkarnir eru ekki að mínu viti vandamáli, ég meina litlu fransískin Ingileifar þegar við vorum að koma til skápnum, það var bara oft einhvern veginn svona ég heldur fyrst kannski að ég var að deyta bróðir þeirra og eitthvað svona sem var 16 ára og allt pínu skrítið þar og tengdi ekki mig og Ingileif sko, því það var ekki til í hugmyndaheiminum. Nei. Og svo bara leiðum að segja, nei ég Ingileif þá bara, ok, frábært og svo bara ekkert spurt það meir og svo reyndar, þú veist, teiknaði frænkan einhver svona mynd af okkur þar sem við vorum að giftast og þá var Ingileif í bara kjól og með brúðarslör og sítt hár og kórunu og ég var við hliðina og í smoking með pípuhatt, stutt hár og skegg og þá svona þurfti maður að hugsa býti, já þetta auðvitað bara hugmynd barna giftingu. Já, þetta bara það sem þau sjá. Þetta það sem þau sjá. Já. Þannig að ég bara svona, ég ætla nú kannski bara líka verið í kjól og hún bara, og næsta mynd var bara þannig. Já. Og þannig að þú veist, þetta ekkert flóknar en það og við eyðum ekkert veruleikanum með því að tala ekki hann. Nei. Hann bara eins og hann Það bara samtalið. Já. Það ekki bara flottir endapunktur? Ég held það. Eða ekki? Jú. Þá bara segjum við takk fyrir okkur eða ekki? Jú, takk.